Já, mig langar að bjóða ykkur hjartanlega velkomin á þessa málstofu sem ber yfirskriftina Næring og fæðu umhverfi barna og unglinga sem er fyrsta málstofan í fyrirlestarröðinni Heilsan okkar sem fjallar næringu barna og unglinga. Og við erum með 4 öfluga fyrirlesara og það ekki leyfðar spurningar milli fyrirlestra en spurningar eru leyfðar í lokin og við verðum með umræður í lokin. En fyrsti fyrirlesarinn Jóhanna Torfadóttir sem lektor við miðstöð í lýðheilsufræðum Háskólans og einnig hún verkefnastjóri hjá embætti landlæknis og hún ætlar að fræða okkur rannsókn á júðahag 2 til 3 ára barna hér á landi. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Heyrið ágætlega að ég reyna að standa svona svolítið nálægt hérna. Þannig að þið heyrið vel í mér. Já, þetta eitt af þessum virkilega spennandi verkefnum sem að færa að vinna með og ég ætla svona að segja ykkur líka aðalega forsöguna því af hverju við settum þessa rannsókn á stað en byrjum samt aðeins á að ræða jóð sem er snefilefni sem er mikilvægt fyrir alla en er sérstaklega mikilvægt fyrir barnshafandi konur og ungbörn. Jóðskortur til að mynda ein helsta orsök fyrir heilaskaða sem hægt að koma í veg fyrir og því höfum við alltaf verið voðalega ánægð með hérna á Íslandi að allir eru voða duglegir að borða fisk og þá sérstaklega ýsan og þorskurinn og líka við höfum alveg verið ágætt líka í að drekka mjólk og nota mjólkurvörur en nú það svona almennt að minnka neysla á þessum fæðutegundum. Það þá sumir sem kannski grípa þar á það að fá sér þang eða þaratöflur til þess að fá meira jóð og við mælum ekki með því á meðgöngu eða fyrir ungbörn af því að þetta þá kannski vara sem gæti verið of mikið jóð í og það geti líka einmitt verið þungmálmar og hættulega bakteríur. Þannig að þetta svona almennt ekki ráðlegt fyrir viðkvæma hópa eins og á meðgöngu og já, fyrir ungu börnin þar sem að ónæmiskerfið ekki búið að þroskast. Þannig að við höfum núna bara reglulega látið vita innan mæðraeftirlitinu að þetta sé rætt við allar sem koma í eftirlit og líka bara ef það vildi til að einhver væri að skipuleggja og að hugsa barneignir og borða lítið eða ekkert af mjólk eða fisk að taka þá fjölvítamín daglega sem inniheldur jóð. Það þarf alveg að kíkja á innihaldslýsinguna og næringargildismerkinguna til að vera viss að sé jóð í þessu fjölvítamíni. Það ekki hægt að kaupa bara bætiefni bara með jóði. Hér svo sjáum við bara svona mjög litlu, þetta sést ekki vel hver ráðlagðir dagskammtar fyrir jóð eftir mismunandi aldurshópum. Kannski bara rétt til að vekja athygli á því að þetta neðst að það mesta þörfin á meðgöngu og með barn á brjósti. Þá það 200 míkrógrömm á dag sem að konur þurfa að meðaltali. Við höfum verið að framkvæma landskannanir svona sirka bát á 10 ára fresti síðan 1990 og hér sjáum við samanburð á síðustu 2 landskönnum á mataræði frá 2010 til 2011 sem þá gulu súlurnar og svo grænu súlurnar það sem frá 2019 til 2021. Og hér sjáum við þetta bara sem hlutfall af ráðlegum dagskammti. Það þá miðað við bara hér fullorðna, hér erum við ekki með börn og hér sjáum við að við erum að meðaltali fá 134 míkrógrömm á dag og ráðlega dagskammturinn 150 og það bara 1/4 sem að ná ráðlega dagskammtinum því núna í síðustu landskönnun og undir ráðlegum dagskammti jóðneysla hjá 80% kvenna og 60% kalla. Þannig að þetta náttúrulega mjög ógnvekjandi tölur
og sérstaklega hefur sjáum síðan að 24% kvenna í yngsta aldurshópnum sem það barneignahópurinn komin í lágmarksþörf á jóði. Þannig að það geta verið farin að koma einhver klínísk einkenni af jóðskorti. Hvaðan erum við helst að fá jóðið? Í landskönninni þá sjáum við þetta aftur að þetta fiskurinn og mjólk og mjólkuvörur. Það smá í ostum, ekki smikið eins og í mjólkinni og svona jógúrt og skeri. Og það svona ráðleggingarnar fiskin að borða 2 til 3 sinnum í viku og miðað við að við fylgjum almennt ráðleggingunum þá líka mjólk og mjólkuvörur, þá nóg að kalla að borða að minnstakosti 1 sinni í viku fisk og konur að minnstakosti 2 sinnum í viku til þess að ná þessu meðaltali. En þá þarf náttúrulega líka að passa að fá mjólkuvörurnar með. Og náttúrulega Ingibjörg sem að tala hérna eftir, hún hefur náttúrulega verið okkar helsti jóðsérfræðingur á Íslandi og hefur leitt margar rannsóknir tengt jóði og þá meðal annars á barnshafandi konum. Og það eru hérna 2 rannsóknir, þá annars vegar frá 2007 til 2009 og svo 2017 til 2018, þar sem að vera að mæla jóðstyrk í þvagi og viðmiðunargildi samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnun það 150 til 249 mikrogram per líter þá í þvagsýni. En við sjáum sem sagt að bara á þessu stutta tíma þarna 10 ár þá það að lækka meðaltal úr 180 mikrogrammum niður í 89. Þannig að það alveg greinilega mjög mikil breyting núna á fæðuvenjum barnshafandi kvenna á ekki svo löngu tímabili. Þegar við sjáum þessar niðurstöður þá stofnaður svona ráðgefandi faghópur bættan jóðhag sem skipað 2023 af landlækni. Þar meðal annars Ari Jóhannesson læknir og við vorum með Gunnar Sigurðsson frá Samtökum iðnaðarins og Hannes Þorvaldsson sem sérfræðingur á Matvælastofnun, svo svona nokkri næringarfræðingar og svo vorum við líka með þarna formannsstjórnar Landssambands bakarameistara af því að við vorum að hugsa að við vildum setja jóðið í brauð og það svona pælingin ennþá hjá okkur að við viljum endilega jóðbæta brauð. Það hefur verið gert í Danmörku núna síðan 1999 ef ég man rétt, þannig að þetta það markmið sem við erum að vinna eftir og það eru birtir útreikningar þarna 2023 í Læknablaðinu þar sem við erum að miða við að svona hinn almenni fullorðni einstaklingur sé að borða 2 brauðsneiðar á dag og 2 ára börn að borða svona sirka bát 1,5 brauðsneið á dag. Og hvað gerist, hér bara sýndir síðan útreikningar, hvað erum við þá að auka jóðið, eða hvað verður svona meðalneysla á jóði miðað við þessa neyslu á brauði. Og við sjáum ef við getum bætt 20 mikrogram af jóði í 100 gram af brauði, að þá eru öll 2 ára börnin undir efri mörku jóðs sem 200 mikrogram á dag. Þetta mjög stutt á milli ráðlags dagskamms og efri marka öruggra neyslu. Þannig og það náttúrulega alveg skýrt að ef við ætlum að fara einhver aðgerðir á landsvísu, þá má enginn verða fyrir skaða af þeim aðgerðum. En þannig að við sjáum að þetta tala sem góð upp á það að börnin fara ekki yfir efri mörkin, en þetta samt ekki kannski endilega nógu gott til þess að allir fullorðnir hífist upp. Þannig að við þurfum áfram að vekja athygli á því að þó að við förum þess aðgerðir, þá mun það ekki endilega duga fyrir alla Íslendinga. En við sem sagt ákváðum og gerðum í samstarfi við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu, Háskóla Íslands að setja á stað jóðrannsókn, þar sem við erum að notfæra okkur í raun og veru það flotta fyrirkomulag að það verið að boða alla í ungbarnaeftirlit fyrir 2,5 ára gömul börn og þannig foreldrum hefur verið boðin þáttaka núna í 1 ár meðan þau að koma í þetta ungbarnaeftirlit. Allir fengu kynningu á rannsókninni, skrifa undir upplýst samþykki, fengu búnað og leiðbeiningar til að safna þvagsýnum og fengu líka spurningalista neyslu barns á völdum fæðutegundum.
Þannig, og þetta var samþykkt af vísindasiðanefnd og vísindanefnd heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Og svona bara fyrstu niðurstöðurnar, við erum með meistaranema í næringarfræði sem Svava sem að vinna í þessu og það voru þarna 295 foreldrar sem samþykktu að taka þátt í rannsókninni en það var aðeins erfiðar að fá þvagsýnin inn. Það eru þá bara 34% þeirra sem samþykktu að taka þátt sem að skila inn þvagsýnum. Þessi þvagsýni núna verða sendið Danmerkur þar sem verður mælt jóð og kreatín í þvagi og Danir eru akkurat í samskonar rannsókn núna og mögulega munu við einhver samstarfi því að þeir eru líka alveg hræddir að börnin sé að fá mikið jóð miðað við að því það er bara allt aðra tölu sem gilda fyrir þau heldur fyrir fullorðna. Það voru 57% þáttakenda voru drengir, 5% notuðu enska spurningalistan og 14% fullorðinna sögðust nota jóðbætt salt við matargerð, 13% vissu ekki hvernig saltið notuðu og 73% sögðu nei, við notum ekki jóðbætt salt. Það eru þarna 18% barna sem eru að fá einhver bætiefni, 10% voru að fá þá fjölvitamin með jóði en 8% vissu ekki hvað var í fjölvitaminu. 91% barnanna fengu þorsk einu sinni í viku eða oftar og 86 voru að fá mjólk eða mjólkurvörur einu sinni á dag eða oftar. Þannig að það er svona eins og þau séu bara að fá svolítið vel að jóðgjöfum, svona alla jafna. Þannig að já, ég er bara svona rétt að vekja athygli á þessu, við bíðum alltaf spennt eftir að halda áfram með þetta verkefni svo við getum farið í þessar mikilvægu aðgerðir sem að, já, við þurfum eiginlega svolítið að flýta okkur að komast í. Þannig að bara kæra þakkir. Við þakkum Jóhannu kærlega fyrir. Og næsti fyrirlesari er Birna Þórisdóttir, lektor við matvæla- og næringarfræðideild Háskólans og erindi hennar ber yfirskriftina Skvísur og annar matur, hvað borða börnin okkar. Gjörðu svo vel. Takk fyrir Þórður og vel gert að mæta í þessu veðri sem það er. Mér langar að byrja á þessari skýrslu en fyrir í mánuðinum birti Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna nýja skýrslu sem dregur ansi dökka mynd af næringarástandi barna á skólaaldri í heiminum og fæðuumhverfinu sem þau alast upp í. Í skýrslunni er því lýst hvernig framboð allstaðar og alltaf af ódýrum og aggressíft markaðssettum gjörunnum matvælum hefur áhrif á matræði barna. Í skýrslunni eru stjórnvöld bara allan heim í raun og veru gagnrýnd harkalega fyrir það að bregðast börnum með því að ná ekki utan það að koma á laggirnar regluverki sem raunverulega verndar börn fyrir þeim skaðlegu áhrifum sem þetta hagnaðardrifna fæðuumhverfi og óæskilegt matræði hefur á vöxtþroska og heilsu. Þetta sé eins og nýtt ákall frá UNICEF eða öðrum aðilum í alþjóðasamfélaginu en sífellt styrkjast gögnin sem sýna fram á alvarleika stöðunnar. Og kannski tóku ykkar eftir því að íslenskir fréttamiðlar gerðu skýrslunni skil í byrjun vikunar og ég ákvað með að byrja erindi mitt í dag á því að minnast á þessa skýrslu, ekki bara út því að það passa svo sem ágætlega inn í, heldur sérstaklega út af þessari mynd hérna til hægri. Því hún speglar svo vel mynd sem ég tók fyrir nokkrum vikum af 2 ára syni mínum út í búð. Börnin okkar, niður í smábörn, lifa og hrærast í þessu sama umhverfi sem að miklu leyti er keyrt áfram af stórum markaðsrisum. Ekki nóg með það, þá eru ung og smábörn, það er að segja börn upp að 3 ára aldri, neytendahópur sem sérstakar matvörur eru framleiddar fyrir og markaðssettar samkvæmt kænskunarlist. Þannig að hann er þarna ekki að skoða sælgætishilluna heldur barnamatarhilluna. Og til að halda áfram í svona þessum leiðilega gír sem hæfir veðrinu kannski í dag, þá hefur tilbúinn barnamatur ekki farið varhluta af gagnrýni. En ég hef fylgst með tilbúinn barnamat á íslensku markaði í bráðum 10 ár og sirka svona er hægt að teikna upp úrvalið. Það er ákveðin grunnur af vörum, nokkrir tugir tegunda, af mjólkurblöndum eða formúlum, grautarmjöli og mat í krukkum. Og svo er mikill fjöldi tegunda, og yfir 100 tegundir af hvoru sig, möguðum mat í skvísum og svokölluðum fingramat sem barnið getur tínt upp sér sjálft. Það er þá annars vegar svona ávaxta gúmmívörur,
sem geta verið litlir bitar eða rúllur eða stangir og hins vegar svona snakk eða frauð eða kexlíkar vörur. Og þessi fingramatarflokkur bara alltaf að stækka með hverju árinu. En með því að rýna innihaldið og næringargildið þá sést gríðarlegur breytileiki milli þessara flokka og innan þeirra hvað varðar innihaldsefni, orku og næringarefni í vörunum. En flestar vörur eru mikið unnar, innihaldsefnin mikið niðurbrotin eða maukuð og meiri hluti vara telst sætur á bragðið. En þegar þessi mál rædd koma oft raddir, af hverju eru foreldrar ekki bara að mauka eða stappa venjulegan mat fyrir börnin sín? Það var gert í gamla daga, þið vitið. En það kannski ákveðin einföldin að setja allt undir sama hatt og kalla slæmt. Sumar gerðir af tilbúnum barnamat veita góða næringu og eru ráðlagðar fyrir sum börn á vissum aldri. Íslenskar ráðleggingar mæla með mjólkurblöndu eða formúlu ef þarf aukalega við móðurmjólkina eða í staðinn fyrir hana, jafnvel til 2 ára aldurs. Og járnbættum ungbarnagrautum á meðan fjölbreytni í matræði barns að aukast, kannski svona upp að 9 til 12 mánaða aldri. Varðandi krukkumat, að þá segir á heilsuvöru að maukið geti komið sér vel meðan barnið ekki farið að borða sama mat og fjölskyldan, en hins vegar mæli margt á móti að nota það alla daga því að þetta eru mikið maukaðar og gjarnan einhæfar vörur, þó það sé mikill breytileiki þar. Á heilsuveru segir líka að mat í skvísum sé ekki mælt með að nota nema einstaka sinnum, sérstaklega eftir 8 til 9 mánaða aldur, þegar barnið þarf að læra að borða venjulegan mat, þarf að virkja skynfærin, sjón, lykt og snertingu í tengslu við matinn og þjálfa sig að tyggja og kyngja grófari fæðu en í fingerðu maukinu. Og að fingramat ætti ekki að nota nema einstaka sinnum. Og svo lifum við þetta bara í raunheimum, þar sem hraði og þægindi ráða mjög oft för í fæðuvali. Og ég var alveg þessi mamma í gær að klára undirbúðan fyrirlestur til dæmis. Og þetta þægilegt að geta gripið í tilbúin barnamat þegar mikið liggur við. En við þurfum öll, og það gerist lítið án þess að stjórnvöld beiti sér, að gera bara þessa kröfu að gæði þessara vara sé gott og að það sé eitthvað skýrt regluverk í kringum innihaldsefni, næringargildi, merkingar, auglýsingar, fullyrðingar og fleira sem má sjá á umbúðum. Og þetta regluverk ekki alveg nógu sterkt í dag. Nú það hérna í salnum meistaranemi sem einmitt að máta barnamatinn á markaðnum hérlendis í dag við módel frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni sem skoðar hvort vörurnar uppfylli ákveðin viðmið sem sett hafa verið fyrir næringar, innihaldsefni og merkingar á matvörum. Og þetta ekki reglur, heldur þetta viðmið sem WHO segir þetta eitthvað sem við viljum sjá. Ég bíð bara spennt eftir niðurstöðum sem eru ekki alveg komnar, en í löndunum í kringum okkur þá það gjarnan svo að það bara innan við 1/4 vara sem uppfylli viðmiðin fyrir innihald og næringargildi og mjög fáar eða engar vörur sem innihalda viðmiðin fyrir merkingar. Það segja að þær séu ekki villandi eða valdi misskilningi. Nú erlendar rannsóknir sýna líka skýrt að foreldrum þykir mjög vandratað markaðinn af tilbúnum barnamat, finnst erfitt að vita hvort og hvernig eigi að velja þessar vörur og hverjir eru þá betri kostur en annar. Og það ekkert skrítið ef við kíkjum bara á 2 alveg handahófsvalin dæmi frá honum Bjarka meistaranema. Þá sjáum við hér til dæmis á þessum skvísuumbúðum að það stendur hérna Fruits to go, 100% fruits and berries, no added sugar. Og á þessum umbúðum alveg skýrt hvað hann inniheldur, bananar og jarðarber og það ekkert alltaf raunin að það sé skýrt. En skoðum innihaldið, hér það vissulega ávextamauk í þessari vöru en ekki ávaxtaþykni eða ávaxtadjús sem alveg í sumum á þessum vörum. Þannig að þetta nú ekkert alslæmt dæmi. En samt, þú veist, máli setja spurningamerki, þetta ávextir? Eru áhrifin á líkamann þau sömu eins og ef við værum að borða ávexti? Það kannski ólíklegt. Og hér annað handahófsvalið dæmi. Hér erum við með fingramat, nokkurs konar keks eða köku fyrir börn frá 12 mánaða aldri. Og hér sjáum við margar fullyrðingar. Þetta mjúkt fyrir litla munna, þetta trefjaríkt, hvetur til að barnið borði sjálfstætt, búið til úr alvöru ávextum og engin rotvarnarefni, hljómar vel. En innihaldið, sjáu þessa löngu innihaldslýsingu. Og þetta ávextir? Kannski til betra snarl fyrir litla kroppa. Og svo það nú það að í mörgum tilfellum erfitt að átta sig á því hvort vara ætluð smábörnum eða ekki. Til dæmis
ber merkið með vörur ætlaðar frá 2 ára aldri og upp í fullorðna. Og bara ein vara hér á þessari mynd flokkast sem barnamatur, þó þetta líti allt mjög vel út. Spurning bara hvort þið getið spottað barnamatinn á þessari mynd. Og svo eru stundum einhverju leikir og eitthvað alls konar í gangi. En til að vera ekki bara neikvæð, þá ákveði ég að hrósa líka og svo ég best viti, þá eru bara 2 vörumerki með íslenskan mat á markaði í dag, Stoðmjólk og nýju vörurnar frá Úlfatíma, sem bara innihalda alvöru hráefni. Þó það sé svo sem ágætt fyrir foreldra að vita að orkuinnihaldið er ólíkt eftir því hvort að ræða kjötréttin eða grænmetisréttin, en bara líta vel út þessar vörur. En borða börn á Íslandi tilbúin ungbarnamat? Ég skoðaði gögn úr íslenskum rannsóknum iSage 2 og iSgut. Þetta eru rannsóknir á fullburða heilbrigðum börnum fædd 2014 til 2020, flest 2018 til 2020. Og öll 9 mánaða og langflest einsásbörn fengu tilbúin barnamat, að minnsta kosti einu sinni á þeim 2 eða 3 dögum sem matræðisskráning stóð yfir og helmingur 2 ára barna. Og þið sjáið hérna algengustu tegundirnar við 6, 9 og 12 mánaða aldur, voru sem sagt annars vegar ungbarnagrautar og hins vegar ávaxtamauk í skvísum og barnasnakkið og skvísurnar algengustu tegundirnar við 2 ára aldur. Og ef við skoðum hvaðan börnin fá orkuna, þá sjáum við að þessi tilbúni barnamatur, bleiki hlutinn á myndunum, veitti það bil 4 orkunar við 9 og 12 mánaða aldur, en lítinn hluta heildarorku við 2 ára aldur. Og þetta túlka ég bara raun og veru sem heppilega þróun að þessar barnavörur séu að hverfa úr matræðinu og börnin að fara að borða venjulegan mat. Hvernig sem sá matur að gæðum er svo önnur spurning sem bara ég svara ekki hér. Og það er hægt að skoða gögn á ýmsan hátt. Hér sjáum við líka hvernig venjulegur hafragrautur eða morgunkorn er að svona leysa af þessa ungbarnagrauta með hækkandi aldri. Þannig að aftur lítur bara eðlilega út. Nú tengist neysla á tilbúnum barnamat heildarmatræði, vexti, þroska eða heilsu. Hér þurfum við svolítið að skoða ólíka flokka sér. Neysla á ungbarnablöndum formúlunum hefur mikið verið rannsökuð og hefur sannarlega tengsl við vöxt þroska þarmaflórunar og margt fleira. Margar heilsufarsútkomur og næstum alltaf brjóstinu í hag, þó að ungbarnablöndurnar séu vissulega stórgóð næring þegar brjóstakjöfin er ekki málið af einhverjum orsökum. Varðandi annan tilbúin barnamat þá eru mjög fáar rannsóknir. Einhverjar þó sem skoða miklu neyslu á mauki í skvísum sem er gjarnan í rannsóknum skilgreint sem 5 sinnum í viku eða oftar. Og þessar rannsóknir hafa sýnt jákvæð tengsl við mikið unnið fæðumunstur og neikvæð tengsl við heilsusamlegt fæðumunstur og jákvæð tengsl við matvendni, bæði fæðu sérvisku og fábreytt matræði. En misvísandi niðurstöður annað og þær fáu, þetta voru 3 rannsóknir sem ég fann sem skoðuðu BMI og fundu ekki tengsl. En eins og ég sagði, þá eru þetta mjög fáar rannsóknir enn sem komið er fyrir utan formúlurnar og mikil neysla til dæmis á fingramat er frekar ný af nálinni. Og ég fann ekki rannsóknir sem skoða tengsl við getu náttúrulega að borða með skeið, kyngingavandamál eða annað sem barnalæknar og fleiri telja svona af reynslunni að sé ákveðið vandamál hjá sumum börnum. Nú er þetta þá eitthvað vandamál, það er það kannski hjá einhverjum börnum og við þurfum bara að átta okkur á umfanginu og styðja við þau börn sem þurfa. Það er til dæmis ekki æskilegt að venjast á endilega að uppistæðin í matræðinu sé unnin matur úr umbúðum eins og þarna ein rannsókn áðan bendi til og ef börnin eru þá líklegri til að þróa með sér matvendni. Einnig myndi ég telja að vandamál hjá börnum sem borða mjög mikið af þessum vörum og þeim sem borðan á kostnað næringarríkra fæðutegunda og eru enn að borða þau þegar þau eru orðin vitið stór. Og sjálfsögðu þá er það ekkert gott ef það er verið að gefa börnum vöru í góðri trú að þetta séu ávextir eða hvað sem það er þegar gæðin eru jafn misjöfn og þau eru. Nú við sjáum það að 10% 9 og 12 mánaða barna í okkar rannsóknum, þannig að iSage og iSgut, fá meira en helming orkunar úr tilbúnum barnamat og það er mikið myndi ég að telja. Og þá eru þau ekkert að borða neitt rosalega mikið af öðrum mat. Og eflaust á þetta við stærri hóp en 10% á landsvísu. Þetta eru ekki handahófskjörnuð úrtök, þau eru mjög vel valin og það er mikil fyrirhöfn að taka þátt í þessum rannsóknum. Og okkur grunar þessuna og gögnin svo sem styðja það að þeir foreldrar sem voru til í þessar rannsóknir séu líka meðvituð matræðið og þetta sé kannski betri mynd sem við fáum úr þessum rannsóknum heldur en almennt.
Þannig að vandamál liggur kannski í því að þó við höfum vísbendingar, þá vitum við í raun ekki hvort neysla á tilbúnum barnamat sé vandamál á Íslandi, svona í heildina séð. Og varðandi stærri myndina, hvað borða börnin okkar, þá höfum við ýmsa biti í púsluspili héðan og þaðan, til dæmis frá heilsugæslunni, landlækni, rannsóknum og greiningu, íslensku æskulýðsrannsókninni og fleira. Og svo rannsóknir, bara eins og þessar sem ég hef minnst á og þær sem kollega mínir fjallum í dag, þær svara gríðarlega mikilvægum rannsóknarspurningum, en gefa kannski ekki alveg heildarmyndina af því hvað börn á Íslandi borða. Geta ekki svaraði til dæmis hvernig matræði barna alveg heildstætt eða fylgja börn á Íslandi ráðleggingum matræði. Því okkar nýjustu rannsóknir á handahófskenndum úrtökum barna og unglinga eru 14 til 22 ára gamlar og það má því færa fyrir því rök að gisk en ekki gögn ráðstundum för í málefnum tengdum börnum og unglingum og matræði þeirra. Nú verðum að reyna að tryggja það að hægt sé að framkvæma landskannanir á matræði barna og unglinga hérlendis með reglubundnum hætti og þurfum alla aðstoð sem býðst frá fræðssamfélaginu og bara fólki út í samfélaginu og þetta sérstaklega frá stjórnvöldum. Því traust og regluleg uppfærð gögn eru forsenda góðra ákvarðana í þágu heilsu samfélags og framtíðar, það teljum við klárlega og ekki síst í þágu barnanna okkar. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir, mjög áhugavert erindi. Og næsti fyrirlesari Anna Sigríður Ólafsdóttir, prófessor í næringarfræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og við Uppsala háskóla í Svíþjóð. Og erindi hennar nefnist Matvendni barna tilefni til að taka hana alvarlega. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir að hafa mig hérna með ykkur í dag og gaman að fá að vera hérna saman svona kollegarnir og ég held að erindi mitt sé ágætis framhald akkurat af því sem að Birna var að tala um. En ég ætla að byrja bara hérna myndin, þetta ekki samt matband sem skildi eftir eplið, heldur þetta ástíminn í Svíþjóð núna þar sem að eplin detta á trjánum og það svona hjóla heim og vinnun, en maður hjólar fram í eplum hér og þar. En yfirlitið, ég ætla aðeins að fara bara í hvað matvendni og af hverju þetta hefur verið rannsóknarefni hjá mér og mínu rannsóknarteymi síðustu árin. Bragðlaukaþjálfun svo afurð sem við höfum verið að vinna með og litlulaukar sem núna verkefni í gangi í leikskólum og Berglind Lilja doktorsnemi situr hérna inni og aðeins að bara stikla mjög hratt á niðurstöðum síðustu ára í tengslum við það verkefni. Og svo ætla ég að segja ykkur frá fyrstu niðurstöðum með matvendni og upplifun á skólamáltíðum. En það eru bara glæný gögn sem við erum að vinna með og munum kynna betur einnig í næstu viku. En kannski að upphafinu, að þá matvendni í reynd alveg ótrúlega flókið fyrirbæri. Það líka tiltölulega illa skilgreint fyrirbæri. Það að segja að það eru til mörg mælitæki, þar alveg ekki til mikið langtíma upplýsingum og ef við horfum á feltið þegar ég byrja að fá áhuga á þessu, það 2008 og þá var ég búin að vera svona haldandi fyrirlestra í leikskólum og skólum og allstaðar og þetta var í raun og veru ein algengasta spurningin sem ég fékk frá foreldrum í lok fyrirlestra og mjög oft einhver svona kom og tiplað og tók mig til hliðar. Hérna ég aðeins að vandræðast með barnið mitt, það borðar bara ekki neitt, hvað á ég að gera? Og þessi ótti og óþægindi og ég fékk mér mikinn áhuga á í raun og veru hvernig við gætum í raun og veru því á þeim tíma svona upp úr 2000, þá var mjög oft þetta, já, svampbarn, það bara, þú veist, það ekki til svampbarn í hinum vestræna heimi, það fær sér eitthvað þegar það kemur. En það ekki svo einfalt og í dag, þá vitum við til dæmis eins og með arfið sem ég kem aðeins inn á eftir, að það svona verið að fara að taka eftir þessu í ýktustu dæmunum. En málið þetta að sko, þetta bara vandamál þegar við erum í ýktustu dæmin eða þetta eitthvað vandamál sem við þurfum að hafa áhyggjur af í samfélaginu, það eitthvað sem við erum að reyna að skoða betur. Og í heildina að þá erum við að horfa á í raun og veru áreiti á öll skynfæri sem getur haft áhrif á hvernig og hversu vel barnið nærist en ekki bara bragðið. En það mjög oft sem kannski svona fyrstu viðbröðin að þetta sé höfnun á bragði. En áferðarfælni, lykt, útlit, hljóð og þetta nákvæmlega hlutirnir sem þið heyrðu hérna í tengslu við skvísurnar og matinn áðan. Baturinn sem börnin okkar eru ofta að fá í dag
okkur ekki að örva skynfærin og kerfin og þess vegna hefum við kannski svolítið áhyggjur. Það hins vegar mjög náttúrulegt og eðlilegt fyrirbæri að barn hafni einhverju mat. Það líka valdabaráttutæki, börn þetta besta stjórntæki sem til það bara að loka munninum þegar mamma og pappi og amma og afi og allir vilja fá okkur til að borða, þá þetta ótrúlega gott stjórntæki. En almennt talað svona þetta séu hér 20-30% barna sem eru matvönd í kringum 6 ára aldur. Kúfurinn byrjar í kringum 2 ára og á svo að vera hjáðna upp úr 6 ára aldri. Þannig okkar fyrri rannsóknum þá höfum við fyrst og fremst verið að vinna með 8-12 ára börn af því að þær ætti mesti vandinn að vera yfir stigin. Svo höfum við verið að horfa sérstaklega það á börn með taugaþroskaraskanir út af þeirra skynúrvinnsluvanda en þar talað að 8-10% barna á einhverfurófi og 40% barna með ADHD hafi vanda sem kemur niður á þeirra fæðuvali. Og þetta eru þeir foreldrar sem við höfum leitast við að styðja í bráðlaukaþjálfun með því að bjóða upp á fjölskyldumiðað úrræði. En þetta hefur fyrst og fremst verið á rannsóknarsnið en við viljum geta boðið upp á úrræði fyrir sem flesta í framtíðinni. Og í leikskólaverkefninu Litlu laukar þá okkur tilraunin að raun og veru virkja starfsfólk leikskólana og foreldrana til þess að geta byrjað snemma. En hvað matvendni mitt? Og ef við horfum á þessar svona algengu skilgreiningar að þá það annars vegar fæðu nýfælni eða food neophobia og svo fæðu sérviska eða fussy eða picky eating. Og það mjög eðlilega þessi fæðu nýfælni, við þekkjum hana sjálf. Við bara þarna þegar við smakkaðum kaffi í fyrsta skipti, það finnst eiginlega öllum eitthvað svona biturt bragð, vont fyrst. Það þarf endurtekna kynningu og það eðlilegt að við séum með ákveðna svo höfnun eða varúrgagvart því sem við þekkjum ekki. Og þá talað að þurfi fyrir við meðalmanneskjuna 8-15 kynningar þangað til við förum að hafa ánægju af nýju bragði og því sem við þekkjum ekki. En fæðu sérviskan, hún getur hins vegar að fara miklu lengra. Það að segja, við erum að horfa höfnun á ákveðinni fæðu eða jafnvel hæðri fæðu flokkunum. Og það þá sem það verður vandamál. Það að segja að einstaklingurinn hafnir matnum hvort sem hann þekkir hann eða ekki og fæðuvalið getur orðið mjög einhæft eða fáfæði. Og þarna ekki, þú veist, ef ég fíl ekki ólífur að mér sveppir ógisleira þeir eru mjúkir eða eitthvað, það ekki matvenni. Og það bara svona eðlilegt að við þykja ekki allur matur góður. En við notum samt matvenni sem safnheiti í raun og veru yfir öll þessi einkenni og það gott að hafa í huga þetta. Okkur eðlislegt að hafna biskabræðinu en við fæðumst með löngun í sætt. Og þarna verður iðnaðurinn svolítið vandamála þegar eins og við heyrðum með Birnu að þá svolítið yfirgnæfandi þetta sæta bragð, sérstaklega þá barnamaturinn annars vegar. En bragðmikið grænmeti erfiðast og mér finnst svo skemmtilega þessi mynd sem að ég fekk frá vinkonu minni af dóttur hennar að sko brokkoli yfirleitt alltaf í litteratúr, ekki litteratúrnum en í svona popular heiminum þar að segja að þegar við erum að lesa almennar greinar matvendna annað, þá alltaf felum brokkolið og vondikallinn. Af hverju brokkoli vondikallinn? Í sjálfu sér það alveg ótrúlega þegar við skoðum gögn, þá sjáum við að brokkoli kannski eitt af því skemmtilegast að borða, en það minnir það á lítil tré. En það sem þetta, það mjög algengt að velja mat sem hefur þá lítið skynáreiti og eða sætt bragð. Í kringum einhverfuna hefur verið talað svo kallað hvítfæðu heilkenni, þessi white food syndrome eða beige diet og þetta ekkert skrítið að við hugsum út í öryggið sem fylgir og við sjáum að mikið af börnum sem koma í rannsóknirnar okkar að það sem matvendin mest, að þá líka kvíði fyrir máltíðum. Og það ógnandi ef að maturinn býr til ákveðna óvissu. Hafið keypt box af bláberjum eða farið út og tínt. Hversu líklegt að þið viti fyrirfram hvernig áferðin og bragðið á berinu sem þið takið upp boxinu? Stundum það mjúkt, stundum það hart, stundum það súrt, stundum það sætt. Og þetta afskaplega kvíðavaldandi fyrir mörg af þessum börnum á meðan tilbúni maturinn alltaf eins. Lögun, bragð, áferð og svo framvegis. Og þetta við svolítið að berjast við kannski. En þetta ekki bara maturinn sjálfur sem getur verið truflandi, heldur líka þetta skynáreiti til dæmis í umhverfinu sem getur haft heljarinnar áhrif á fæðuvalið. Og þá af því ég ætla að tala skólumötuneytina eftir, að þau í þessu, til dæmis diskar, glös og hnífapör, glamur í þessu, hljóði sem ískrið sem heyrist þegar þið notið málmhnífapör á postulínsdisk,
Hávaði, samtöl, hvort sem að það eru öskur og læti, tónlist eða annað, slæmhljóðvist, flúorljós, stjólar sem að dregið er eftir gólfinu, smjatt, lykt af mat og fólki í blandaður matur, stuttur tími til að borða. Þetta eru ótal margir streituvoldar. En þannig að hvenær er það matvendni vandamál? Það sem við vitum er að hún er vandamál þegar það er viðverandi hægðatregða, vítamín- og næringarskortur. Í dag erum við með þessa greiningu sem heitir ARFID, eða Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. Hún er innst á að líka fyrir að horfa á matvendni sem róf, þannig að við erum með mild einkenni og svo í raun og veru mjög alvarleg einkenni þar sem að fæðið verður mjög einhæft og getur þá í raun og veru ýtt undir fjölþættan næringarskort. Þegar við erum farin að forðast ferðalög, matarboð, gistingar, kvíðum máltíðunum, sveltum okkur við daginn af því að það er vondur matur í skólanum, það verða læti heima, erfitt að eiga samskipti við matarborðið, foreldrar og börn lenda í sífelldum árekstrum og það veldur álagi og streitu á heimilinu. Þá er þetta vandi og eins og þið sjáu þetta er ekki bara næringartengdur vandi. Þetta er félagslegu vandi, þetta er fjölþættur vandi. Og það er það sem við þurfum að hafa í huga, að þetta snúist ekki bara næringargildið. En í bragðleikaþjálfun þá lögðum við upp með að hafa fæðumiðaða rannsókn í skólaumhverfi, það er að segja í heimilisfræði kennslustofu, af því að það er eitthvað sem börnin þekkja og þá hafa börnin ákveðna valdaeflingu af því að foreldrarnir eru ekki vanir heimilisfræðistofum eða allavega ekki lengri tíma. Og við vorum með samt helminga börn með og án taugaþroskaraskanir og fjölskyldur þeirra eða foreldra. Áherslu á annars vegar næringuna, matvendni og líðan, bæði hjá foreldrum og börnum, þar sem er ekki bara verið að vinna með næringuna eða skynupplifuna, heldur líka ákveðna þjálfun í samskiptum fjölskyldunar og að vinna að öllu munstrinu og foreldrar fá verkefni og verkfæri í hendur til að vinna með. Það sem við höfum séð með því að nota þessa aðferð sem við höfum þróað, hún byggir á, ég vil taka fram líka að bragðleikaþjálfun sem byggir á hugmyndafræði sem er frönsk sem heitir Sapere aðferðin sem er að nota og upplifa mat með öllum skynfærum en við erum samt til viðbóta með þetta með bæði uppeldisaðferðir, kennsluaðferðir, heimilisfræðistofuna og stuðning við foreldra. En börnin eftir rannsóknina hjá okkur og þetta eru gögn sem við erum með 6 mánuði eftirfylgd eftir 6 vikna íhlutunarprógram. Þannig að við höfum langtíma gögn af niðurstöðum og þau viðhaldi árangrinum. Við samþykkja fleiri fæðutegundir, það dregur matvendni, það eru vísbendingar aukna ánægju af mat. Þetta finnst mér ótrúlega mikilvægt atriði. Þetta enjoyment of food er mælitæki, það er að segja að það sé ánægjulegt að nærast. Og þetta er óháð taugaþroskaröskun, það er að segja við erum að sjá sama árangur óháð því hvort börnin eru á einhverju rófi með ADHD eða eðlilegan taugaþroska. Og það sem okkur þykir kannski ekki síður merkilegt að það er þetta að okkur tekst að fá betra skipulag, minni vanda kringum máltíðir, áhyggjur foreldra minnka sem að bætir samskipti og þau draga úr því að hafa mat sem verðlaun. Það er alveg ótrúlega fast í okkur að verðlauna mat með mat og það er eitthvað sem okkur gekk líka því miður verst að viðhalda. Þangað dettum við foreldra svona í þessu streitu ástandi. Ef þú klárar matinn þinn færðu bla bla bla. Já, ég ætla áður en ég fer áfram, sjá þessar myndir. Þetta er dæmi frá einu barni, þetta er kvöldmatur 2 daga í röð. Þannig að þetta er ekki, þið sjáu þetta er sikkur diskurinn, það er sama brauðið 2 daga í röð og annan daginn sulta og hinn daginn einhvers konar sósa. Þetta var kvöldmatur hjá þessu barni, sama barn eftir íhlutun. Og þið sjá hvað gríðarlegu munur, en það sem mér skemmtilegt líka bendi ykkur á þið sjá hvernig barnið raða matnum, symmetríuna á grænmetinu á seinni disknum til dæmis. Þetta eru hluti sem skipta máli og það er svona notum við mynda aðferði til að safna gögnum fyrir þennan hóp til þess að skilja matvendina betur, þegar hún fæst ekki í gegnum bara hrein gögn. En ég ætla að stikla á stóru á þessum nýju gögnum sem við vorum að fá úr íslensku æskulýðsrannsókninni. Þetta er gögn sem var safnað 2022, þannig að þetta er áður en að skólamáltíðir eru gjaldfrjálsar. Við erum með gögn frá tæplega 2200 börnum í 4. bekk, þar sem við fengum að setja inn 5 fullyrðingar upplifun á skólamáltíðum og svo vorum við með kvarða, 3 stiga kvarða til að meta matvendni.
Þetta eru tiltölulega einföld mælitæki af því að það er verið að skella þeim inn í svona stóra rannsókn eins og íslensku æskulýðsrannsóknina sem gerir það einhverju leyti takmarkandi en þetta eru samt mjög mikilvægar upplýsingar. Og áður en ég fer með matvendina þá langar mig til að sýna ykkur þetta af því að það er svo mikið talað um að það sé óánægja með matinn. Sjáðu, maturinn oftast góður, 60% af báðum kynjum. Þannig að það er ekkert gagnger óánægja með skólamáltíðir, heldur bara alveg þokkalegt ástand allavega með þetta og því að við erum tiltölulega stórt úrtak á landsvísu. Íslenska æskulýðsrannsóknin nær til allra skóla. Hins vegar, þá hef ég áhyggjur af því að það eru þarna 36 og 7% sem eru svöng í skólanum yfir skóladaginn og það eru tæp 30% sem fá ekki nægan tíma til að borða og gegnumgangandi að það sé truflandi hávaði í skólamönduneytinu. Og þetta eru hlutir ef við horfum aftur á matvendni og hvað einkennir matvendni eitthvað sem við þurfum að hugsa betur Og þá við horfum á hérna matvendi skorið og þetta sem sagt frá 0 þá upp í 3 stig, ég sé að þáttakendum fækkar þarna talsvert og það af því að í öllum spurningum í íslensku æskulýðsrannsókninni má merkja við veit ekki. Það að segja þú veist ekki svarið eða skilur ekki alveg spurninguna og sérstaklega eins og hjá stelpum þá svolítið algengt að þú ert óviss að þá bara ákveður að nota veit ekki. Þannig að við þurftum að útiloka til þess að vera ekki veit ekki mats að það útilokuðum við matvendin skorið alla sem voru ekki með allar þær 3 spurningar svaraðar en hins vegar þá í greininguna þá horfum við hins vegar og finnst informatíft að fá upplýsingar veit ekki svörunina hjá þessum hópi. Og ef við horfum á þetta þá endurspeglununa við þetta að eftir 6 ára aldur séu svona 20-30% börn sem sýnir matvendni að sjáu þið þarna 2 og 3 stigin að þegar það akkurat á bilinu 20-25%. Þannig að þetta mjög svona raunhæfar tölur en á móti kemur þarna það eru 37 upp í 46% sem sýna engin einkenni matvendni í þessum hópi. Og þá hérna fyrst, mér finnst maturinn góður, sjáu þið breytinguna þarna. Sjáu þess að bara stigvaxandi þá minnkar ánægjan með matinn í skólanum eftir því sem matvendnin verri. Og þá í raun og veru þessi hópur að þá þetta orðið svolítið mikið erfitt að þessi hópur jafnvel að þá ekki að borða en við höfum ekki þær upplýsingar hér. Ef við horfum svo á þetta, ég fæ nóga mat í skólanum yfir daginn, þá það sérstaklega hjá strákunum að þá þarna meiri sem matvendin að þeim ósammála eru þeir þessari fullyrðingu þannig að það þarna upp undir þriðjungur með annars og þriðja stigs á 2 og 3 stig á kvarðanum sem sýnir að hann fá ekki nóg að borða við daginn. Mér svolítið áhugavert að þau séð þetta hjá fullorðnum líka, stelpur miklu betri að humma fram á sér svengt heldur en strákar. Þannig að það svona erfitt að rýna í hennan kynjaminn og ég held að sé svolítið raunhæfari kannski að horfa á strákana, stelpur svona upplifa og tala svengt kannski út frá öðrum sjónarmiðum. Og þá líka þetta að annars var að fá nóga mat yfir daginn og hins vegar þetta ég oft svangur. Og það ekki jafnglöggur munur þar eftir matvendinni. En svo sjáum við líka, og þetta kom mér svolítið óvart, ég hafði ekki séð aðra rannsóknir sýna þetta, að hafa nægan tíma til að borða, að það ef við horfum á rauðu sem eru þau sem eru ósammála þeirri fullyrðingu, að þá í sjálfu sér því meiri sem matvendin þeim ólíklegra að matartíminn dugi þeim. Og það nokkuð skrítið? Ef þú ert óviss og langar ekkert rosalega í matinn, þú færir hann fram og tilbaka á disknum, reynir að borða, hikandi, þessi hópur þarf ennþá lengri tíma en aðrir til að ná að nærast. Þannig að þetta brothættur punktur. Og hávaðinn í matsalnum, hann bara truflandi fyrir alla. Þeir sjáu sammála grænatalan og þetta alveg ótrúlega háar tölur. Þannig hljóðvist eitthvað sem þarf að vinna með óháð matvendinni. Ég ætla að lokum að sýna ykkur að við spurðum líka út í ávöxt- og grænmetisneyslu að það að segja þessar tölur þetta þessar klassísku spurningar úr HBSC. Íslenska æskulýðsrannsóknin byggir á HBSC-könninni sem hefur verið framkvæmt víðsvegar heiminn síðustu 35 ár minni mig, upp undir 40 ár og þá spurt daglega neyslu af ávöxtum og grænmeti, hvor spurningin frá eiginlega alla daga, 3-6 daga í viku, 1-2 daga, aldrei og svo veit ekki. Og þarna náttúrulega þið sjáu að það gruggar auðvitað svörin, svolítið alltaf þessi hópur sem ekki veit,
en þeir sjáu líka mjög skýrt að bæði hjá stelpum og strákum að því meiri sem matvendnin þeim sjaldnar verið að neyta ávaxta. Við sjáum það sama með grænmetið, sérstaklega hjá strákum og takið eftir aldri hópnum, það að segja rauði. 17% strákana, auðvitað þetta fáir einstaklingar undir, en engu að síður, hópurinn sem aldrei borðar grænmeti hérna, hann aðeins hérna og hjá stelpunum sjáu þið ávexti. Eitt af því sem ég velti fyrir mig með þessar spurningur af þau 10 ára og út frá því sem að við höfum talað við börn, það ekki víst að öll börn þekki grænmeti og ávexti sundur. Við geta verið að flokka þetta mismunandi. Þannig að það væri í raun og veru sterkara að horfa á þessar spurningar saman, en í heilsu samhenginu þá ágætt bara að horfa til hliðsjónar þetta snýst bæði grænmeti og ávexti sem að verður gjarnan út undan hjá þessum matvendna hópi sem alveg í samræmi við aðrar okkar rannsóknir. Þannig að lokum vil ég bara segja að það mikilvægt að skólamáltíðir séu skipulagðar með tilliti til félagslegra og tilfinningilegra þarfa barna og að matvendnin sé tekin alvarlega sem áhættu þáttur fyrir verra fæðuval og lélegur líðan í tengslum við skólamáltíðir. Það hins vegar að ég bara ákvað að hafa hennar punkt inni af því ég hef ekki tíma til að kynna allt fyrir ykkur í dag, en greiningarnar okkur erum líka búin að horfa á félagsstöðu og þarna stöðu foreldra og hópurinn sem hallar mest ávarandi skólamáltíðir óháð matvendni hópurinn sem verst staddur í samfélaginu. Og við munum kynna þessar niðurstöður betur á Menntakviku 3. október hérna á Sögu, þannig að þið geti komið og heyrt það þar. En með tilkomi gjaldfrjálsra skólamáltíða þá þetta ennþá mikilvægra en áður að við áttum okkur á viðhorfum barna til skólamáltíða og skoðum tengsl við fæðutengda hegðun. Þannig að sé hægt að styðja sem best við öll börn fái mat við hæfi og það að þessi hópur breytilegur og við erum með matvendni hópin sem brothættan hóp. Þannig að já, ég vil bara segja takk fyrir okkur. Hérna mynd af bragðlaukateyminu mínu, Sigrún Þorsteins, nýdoktor, ég og Berglind Lilja sem keyrir litlu laukana núna. Ofsalega heppin með teymi. Ingibjörg Kjartansdóttir frá Menntavísindastofnun vann með mér að greininguna á í-gögnunum. Við erum bæði með heimasíðu og Facebook síðu þar sem við setjum inn fréttir og þegar við birtum greinar og annað. Þannig að það hægt að fá fleiri upplýsingar og svo minn ég á Menntakviku á Sögu. Við erum klukkan 14:30 næsta föstudag á fyrstu hæð þar og svona verkefni væri aldrei hægt að gera nema að fengi styrki. Birna lýsti því hérna áðan hvað styrkjaumhverfið okkar erfitt og það sérstaklega erfitt í því sem svona hagnýtar rannsóknir. Þannig til okkur væri fært að framkvæma þetta. Við vorum með styrki gegnum Háskólann, Lýðheilsusjóð og slíkt til þess að framkvæma, þar að segja til þess að hafa laun til okkar framkvæmdar aðila, doktorsnema og nýdoktora, en við þurftum að stóla á fyrirtæki til að gefa okkur matinn til að geta gert bragðlaukaþjálfun og annað. Þannig að í dag þá byggir allt svona í raun og veru á velvilja einstaklinga og annarra sem að vilja leggja rannsóknum lið. Þannig að ég held að ég verð að fá að ljúka með að bara taka undir orð Birnu að við þurfum að leggja meira í fjárhagsliðina á rannsóknum á mataræði. Takk fyrir mig. Eitthvað minni Önnu Sigríði kærlega fyrir áhugavert erindi og síðasta mælendaskrá Ingibjörg Gunnarsdóttir, prófessor í næringarfræði við matvæla- og næringarfræðideild Háskóla Íslands og hún ætlar að fræða okkur koffineyslu, fæðuval og svefn unglinga. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Man líður stundum eins og bilari plötum, maður finnst ég ekkert vola langt sinna að ég talaði koffin og unglinga síðast og unga krakka, en það var 2018 og þá voru maður að minna sjálfan sig á það að krakkar sem eru 18 ára í dag, þau voru náttúrulega ekki nema 10 ára þá, þannig að það kom alltaf nýjar og nýjir foreldrar, þannig að maður neyðist þess að tala hlutina aftur og aftur við nýja foreldra, fyrst þetta núna fyrir almenning þetta erindi. En ég sem sagt fekk úlingana í hendur og þegar þau vandamál sem að maður horfir á og eru kannski sýnilegust núna þegar maður að horfa á neysluvenjur úlinga eru mikil neysla á orkudrykkjum sem innihalda koffín. Orkudrykkir eru náttúrulega sjálfur sér svolítið rangnefni vegna þess að flesti drykkir sem eru á markaðnum í dag
innihalda ekki orku, þeir eru sykurlausir, en innihalda þessa örvandi efni, þar á meðal koffín. En koffín örvandi og ávinabundandi efni og hér bara langur listi yfir þau einkenni sem geta komið fram ef við erum að neyta mikils magns af koffíni. Mér langar líka að benda á vegna þess að þetta ávinabundandi efni, þá geta komið fram fráhvarfseinkenni. Ég átti samtal við vísindamann sem hefur verið að skoða og leggjast yfir rannsóknir þar sem verið að skoða þessi jákvæða áhrif af koffíni sem þið heyri kannski svona eykur árverkni og þess háttar, að við erum öll að neyta koffíns, eða flestir neyta einhvers magns af koffíns á hverjum tíma. Það koffín í kaffi og í kóladrykkjum og kakó og súkkulaði. Þannig að svona ef maður slettir baseline fyrir alla eitthvað ákveðið magn af koffíni sem allir að fá. Þannig að það sem háir þessum rannsóknum að þegar að hópurinn valinn, annar fær koffín og hinn ekki, að þá hafa menn ekki haft útvötnunar tímabil, eða svona washout tímabil. Þannig að það sem maður gæti verið að sjá, þessi jákvæðu áhrif af koffíninu gæti raun og verið fráhvarfseinkenni í hinum hópnum. Þannig að þetta eitthvað sem mikilvægt að hafa í huga, vegna þess að þessi drykkir eru markaðsettir svolítið mikið út á þessi einkenni að þið líði betur, en möguleikin að bara hinum hópnum að það bara líði verr. En það heilmikil einkenni og við vitum heilmikið um þessi áhrif af koffíninu. Hérna mynda Jóhannu Torfa, en við erum, eins og ég segi, við erum búin að hafa ágjör á þessu mjög lengi, vegna þess að það var á þessum tíma 2018, þá voru þessi sterku drykkir að byrja að koma á markaðinn. Og við erum ennþá ágjör á þessu, og þetta allt saman fyrirsagnir frá því á þessu ári, að fjórðungur drekki daglega. Það ekki bara við sem viljum takmarka aðgengi að orkudrykkjum, að vera að tala þetta út allt. En ég veit ekki ef einhver veit tölur, hvort að við eigum ekki bara einhvers konar heimsmet í notkun á þessum drykkjum, að ég eiginlega vill fullyrða að það ofboðslega flott markaðssetning á þessum drykkjum hérna heima, svo maður hrósi nú markaðsteimunum, en þetta hefur ekki góð áhrif á börnin. En þegar við tölum mikið, þá spurning, hvað mikið? Og við getum bara reiknað þetta. Það var gert áhættumat 2015, þar sem að kemur í ljós að ef að neyslan á koffíni fer umfram 1,4 milligram af koffín per kíló líkamsþyngdar, að þá mjög líklegt að það hafi áhrif á svefn. Síðan eru önnur einkenni sem þið sjáu þarna í listanum áðan, eins og hjartsláttartruflanir og háþrýstingur og fleira, eitthvað sem áhrif á hjartaæðakerfið, að þar sjást áhrifin við 3 milligram koffín á hvert kíló líkamsþyngdar. Auðvitað eru þessar upplýsingar oftast byggðar á fullorðnu fólki og maður gerir ekki íhlutandi rannsóknir þar sem að maður athugar við hvaða mörk barnið mun fara að fá hjartsláttartruflanir. Þannig að við munum aldrei nákvæmlega vita neitt hvað þessi mörk liggja, en þetta eru bara tölurnar sem að hver og einn getur bara reikna sjálfan sig upp í. Og þessi mynd af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, hún sýnir í raun mismunandi koffínmagn í mismunandi tegundum af drykkjarvörum. Og við sjáum þarna svart te og þarna eru mismunandi skammtar, og ég ætla að vekja athygli á því að þessi 54 milligram sem þarna í Coke og Pepsi, þetta í 500 millilitrum. Þannig að í raun og veru eru þessir sem að ég vil kannski kalla vægari orkudrykki, sem að þið sjáu merkta 105 milligram koffín í einum drykk, að þeir eru 3 sinnum sterkar en venjulegt Coke og Pepsi, sem að við höfum náttúrulega verið að nota mjög mikið bara í áratugi, en þessi drykkir sem að fóru að koma þarna upp úr 2015 eða það leyti, að þeir eru bara miklu sterkari. Og á þessum drykkjum sem að merktir eru 105 milligram koffín í dósinni, að það vissulega varúðarmerking að þessi drykkur innihaldi mikið af koffíni, það sé ekki æskilegt fyrir börn eða barnshafandi konur eða konur með barn á brjósti.
og svo eru það þessi sterkasta típa sem að gefur 180 mg af koffeini í hverju dós, að hana má ekki selja börnum. En málið að þessar dósir, það líta oft mjög líkt út. Ég hef prófað að fara með svona sterka dós á sjálfsafgreiðslukassa og þá kemur svona bling, þú vantar starfsmann til þess að leyfa þér að kaupa þetta. En maður getur svo sem ekki alveg verið viss að börnin nái sér ekki í þessa drykki. En fyrir nokkrum árum, 2020, þá var hópur sem að tók sig saman og fenginn til þess að gera áhættumat á neyslu barna og unglinga. Þetta voru krakkar í 8. til 10. bekk sem að þau voru að reikna út fyrir, og ég ætla bara að benda ykkur á línuna sem ég set rauða kassan utanum, að þetta sem sagt viðmiðunarmagn, sem sagt fjöldi dósa sem að barn, eftir því hvað það þungt, getur drukkið til þess án þess að fara yfir 1,4 milligram á kíló. Og þið sjáið að barn sem að 45 kíló, að strax bara rétt rúmlega 1 dós af þessum vægari drykk, þá ertu komin yfir þau mörk sem að getur þá leitt til þess að barni getur ekki sofnað eða sefur vel. Og þið sjáið að viðmiðið liggur eiginlega þarna í 70 kílóun, sko. Það bara, þú þarft að vera orðin 70 kíló til þess að geta drukkið eitt svona vægan, eins og þau kalla þetta kallað vægur orkudrykkur. Þú þarft að vera orðin 70 kíló ef þú ætlar að vera viss að það hafi ekki áhrif á svefninu. Þannig að þetta þannig að þessi drykki sem eru 105 mg koffein í dós, að þeir henta hvorki börnum né úlingum, og ekki einu sinni nettum konum. Það eru örugglega margar konur hérna inni sem ekki orðnar 70 kíló, sem eru ekki 70 kíló. Þannig að fyrir fólk sem ekki svona stórt, að þá bara skárra ef að fólk ætlar að drekka koffeindrykki á annað borð, að bara halda sig við eitthvað sem var til í gamla daga. En ég ætla að segja ykkur svona stuttlega frá rannsókn sem var framkvæmd í miðju COVID, og þessi krakkar, unga fólk, Arna Ösp Gunnarsdóttir og Björn Hjálmarsson, voru meistaranemar annars vegar í íþrótta- og heilsufræði og hins vegar í næringafræði, sem að framkvæmdi þessa gagnasöfnun og fengu 17 ára krakka í 3 framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu til þess að bæði að svara mjög nákvæmum spurningalistum, en hluti hópsins var líka með hreyfimæla og alls konar annað dót. En ég ætla að segja ykkur fyrst og fremst frá niðurstöðunum sem tengjast fæðuvali og svefni og neyslu á orkudrykkjum. Og það sem svolítið smart í þessari rannsókn að við vorum svolítið grimm á að fá upplýsingar tímasetningar á neyslunni. Ekki bara hversu marga drykki þau voru að nota, heldur tímasetninguna og tegund. Við spurðum líka náttúrulega hæð og þyngd, og með því að hafa tegundina og magnið, að þá gátum við reiknað út hreinlega hversu mörg milligram af koffeini þessi krakkar voru að fá úr drykkjum. Og af því að við höfðum líka fæðuvalsspurningar, þá vorum við líka með upplýsingar kóladrykki og kaffi, og fórum að vísa ekki onni í súkkulaði og kakói, en kóladrykkin og kaffi vorum við líka með. Þannig að í stuttu máli að þá voru sem sagt 57% þessara unglinga sem að sögðust nota orkudrykki. Við ákváðum að skoða sérstaklega þennan hóp. Þegar við skoðum hópin sem ekki drekkur orkudrykki, þau eru svo fjarri því að vera eitthvað að snerta þessu viðmið. Það er bara engin. Það var, held ég, einn sem var svona svolítið öflugur kaffidrykkju einstaklingur, en það fer samt ekki nálægt í sem að þessi krakkar sem að nota þessa drykki fóru upp í. Þannig ef við skoðum bara viðmiði sem hafa verið sett fyrir svefn, að það 55% drengja sem að drekka orkudrykki sem fer yfir þessi viðmið og 46% stúlkna, og það sem kannski ennþá óhugulegra að þriðjungur drengja
fer yfir viðmiðin sem að hafa verið sett vegna áhrifa á hjartaaðgerfið og 18% stúlkna. Þannig að þetta eru frekar sláandi tölur og bara vert að horfa á. Varðandi, við gerðum alls konar greiningar örugglega eftir að gera meira, að sem sagt, við ákváðum að skoða sérstaklega hlutfall drengja og stúlkna sem að sefur 6 tíma eða skemur. Og ástæðan fyrir við veljum 6 klukkutíma að það er talið að þessi hópur eða 17 ára unglingar þurfi 8-10 tíma svefn á nóttu, en það eru svona viðmið sem að sumir þurfi ekki nema 7. Þannig að við förum í 6 bara, það sé alveg klárlega að þetta sé bara allt og lítið. Og ef við berum saman hópana, þess að fá minna eða meira en þetta 1,4 milligram á kíló, að þá sjáum við greinilegan mun hjá stúlkum að hærra hlutfall þeirra sefur skemur heldur en 6 tíma á nóttu. En það sem er eiginlega óþægilegast við þetta, þið sjá að það er næstu í þriðjungur samt sem ekki að drekka orkudrykki sem líka sefur svona lítið, þannig að það er allir sofa lítið til að byrja með. Þannig að það er rétt að vekja athygli á því líka. Það er ekki tölfræðilega marktækumunur hjá drengjunum ef maður skoðar hópinn sem að fær 3 grömm versus þá sem að fá minna en 3 grömm, þar er orðið tölfræðilega marktækt. Ég vildi bara hafa eina mynd til einföldunar, en það er greinilegt að þessi drykkir eru að hafa áhrif á svefnin. En það sem er áhugavert samt að skoða er að það er greinilega einhver svona, hvað maður að kalla, vantar mig orðið, einhver sem að notar skynsamlega notendur þarna inn á milli, að þegar við skoðum tímasetninguna, að svo sjáum við fyrst bara mjög skýrt að hlutfall þeirra sem að sefur 6 tíma eða skemur er hærra hjá meðal þeirra sem að drekka orkudrykki með ekki, þarna græna súlan og dökkbláa. En hins vegar ef við síðan förum að skoða hvenær við erum að drekka, að þá eru það fyrst og fremst hópurinn sem er að drekka drykkina eftir klukkan 3, þar sem að er rosalega hátt hlutfall sem að sefur 6 tíma eða skemur, en hópurinn sem að er að nota svona drykk kannski bara á morgni, að það er ekkert endilagt að segja að það sé eitthvað allslæmt, en ég gleymdi að setja merkingarnar inn að þetta sé tölfræðilega marktækumunur, en hann er það. Þannig að það er mögulega, af því að við höfum kannski ekki eftir að upplifa það að unglingar hætt að drekka þessa drykki. Það væri kannski hægt að keyra mjög fast á það að þau væri ekki að drekka það á seinnipartinn. Og maður sér alveg sérstaklega hjá stúlkum að það virðist vera tenging á milli neyslu á orkudrykkjum og íþróttadrykkja. Og það sem maður hefur ágjör af að því að markaðssetningin hefur verið þannig að þetta sé svona að bústa mig upp fyrir æfingu þannig að ég sé tilbúin í æfingu, sem er alls ekki góður íþróttadrykkur, að það virðist allavega, af því að það eru svona smá tengsl sem sjást hjá stúlkum, að íþróttaæfingar eru alltaf seinnipartinn á þessum hópi, þannig að það þyrfti að kynna það mögulega betur fyrir unga fólkinu að þessi drykkir henta bara alls ekki sem íþróttadrykkir. En svona rétt í lokin, þegar við skoðum fæðuval hjá þeim hópi sem var að nota orkudrykki og borða saman við þá sem notuðu ekki orkudrykki, að þá sjáum við sérstaklega á strákum bara miklu lægri tíðni neysla ávöxtum og grænmeti, fiski og sérstaklega mjólkurvörum. Þetta eru næringaríkar fæðutegundir, svo við endum á jóði eins og við byrjum á jóði. Fiskur og mjólk, náttúrulega það er fæðutegundir sem að gefa mest af jóði. Þetta var ekki eins greinilegt hjá stelpunum, en hjá báðum kynjum var þeir sem að drukka orkudrykki voru líka að nota meira gosdrykkjum, áfengi, nú eru oftar að nota það og stelpurnar íþróttadrykkina. En þarna erum við líka að sjá sama á með svefnin, að hvort sem þessi krakkar voru að drekka orkudrykki eða ekki, að tíðni neyslu á næringaríkum fæðutegundum var mjög lág í báðum hópum. Ég hefði getað sýnt ykkur 22 ára gamla tölur þar sem við höfum upplýsingar næringagildi í fæðu unglinga. Hér höfum við bara tíðnispurningar og tíðnitölunar eru það lágar að maður hugsa bara svona hvað eru þau þá að borða ef þau eru ekki að borða
mjólk og ekki borða fisk og ekki borða grænmeti og ekki borða brauð og hvað þið þá að borða? Ekki nema skammtarnir séu svona ógeðslega stórir að þau ná einhvern veginn að uppfylla orkuþörfinni þannig en landskönnunargögnin sýna okkur það að það bara alls konar dót og drass sem að verið að borða. En ég ætla að enda svona og þetta ekki hvatning til þess að allir reyna að þyngja sig upp í 70 kíló til að drekka þessa drykki, en þetta bara staðreynd að þetta ekkert ætlað fólki undir 70 kíló, hvorki úlingum né nettum konum eða þeim sem eru bara, þetta bara allt og sterkt. Það bara staðreyndin. Takk fyrir. Þakka Ingibjörgu kærlega fyrir áhugavert erindi. Já, nú koma það spurningum og umræðum. Ég langar áður en að byrjum á því að aðeins að draga saman það sem það helsta sem hefur komið hingað fram hérna. Og við fengið innsýn inn í á hvaða leyti næringarástandi og fæði inntöku íslenska barna er ábótavant og þar á meðal eru vísbendingar að jóðbúskapur íslenska barna sé ekki sem skyldi. Og það er áhyggjuefni að íslensk börn þau neyta ekki eins mikið af trefjum, þar að segja grænmeti eins og maður hefði viljað. Og ég barnalæknir og ég náttúrulega lít á þessa niðurstöðum töluvert mikið út frá í gegnum gleraugu barnalæknisins, svo má segja. Og það ekki bara það að í grænmeti og náttúrulega ávöxtur líka, en í grænmeti er mikið af nauðsynlegum vítamínum, andoxunarefni og slíka. Heldur getur ónóg neysla trefjum valdið umtalsverðu hægðavandamál. Ég þarf að segja heilsufarsvandamál og þá ég að tala hægðatræðum sem eru tiltölulega algeng hjá börnum og fullorðnum líka sem getur leitt til annarra vandamála eins og vandamál í ristri og svo framvegis. Þannig að það bara þannig að fæði okkar Vesturlandabúa inniheldur ekki eins mikið að trefjum eins og æskilegt væri og það bara vegna þess að þegar við vorum að þróast að það var langt meira trefjum í okkar fæði heldur í dag og það skapar getur skapað henni ýmsu heilsufars vandamál. Og síðan það hinn dvínandi fiskneysla sem er áhyggjuefni. Fiskur eins og við vitum mjög óhollur og maður veltir fyrir sig hvort að það getur verið vegna þess að fiskur tiltölulega dýr, það bara lúxusvara og það eins og segja að það eitthvað sem maður ber að hafa í huga og áhyggjuefni. Og síðan það ofneysla eins og kom fram að koffein öðru slíku sem bara, ég myndi segja, heilsufarsvandamál. Og ég tek undir orði Jóhann að þetta bara banna, ekki spurning. Þetta ekki hollista í mikilli neyslu á koffeini. Og svo það önnur ofneysla sem ekki var komið inn á hér sem við öll vitum það að segja ofneysla hitæringa og sérstaklega kolvetna sem veldur ofþyngd og offitu sem vaxandi heilsufarsvandamál hér á landi. Og síðan það matvendin. Matvendin er vandamál og náttúrulega sérstaklega hjá ákveðnum hópum eins og börnum sem með þroskafrávik og svo framvegis, en þetta vandamál. En það sem ég sé mjög oft á stofu, það að ekki að börnin séu vandamál, heldur þau bara borða lítið sem ekki neitt. Og allt niður í bara nokkra vikna börn, að þau virðast bara ekki hafa einn áhuga á mat. Það vantar svengd. Og þetta oft stórt vandamál, börnin þyngast ekki og við erum að reyna hitaeininga, bæta fæðuna og stundugripuð til þess ráðs að gefa börnunum lystaukandi lyf. En það góða við matvendina að það til úrræði eins og kom fram sem mikilvægt. En sagt hefur verið að vísindin efli alla dáð og ég held að það sem komið fram hér að það undirstriki það
að vísindi og rannsóknir gríðarlega mikilvægt tæki til þess að efla og viðhalda góðri næringarheilsu þjóðarinnar og fyrir það fyrsta að við byggjum ekki góðar ráðleggingar mataræði og næringarinntöku nema með því að hafa góðar rannsóknir og við þurfum að gefa rannsóknir til þess að kanna það hvort að fólk fari eftir þeirra ráðleggingu sem mælt með og hvar betur mætti fara. Og í þriðja lagi að þá þurfum við að geta skoða það hvort að breytingar á ráðleggingu mataræði og inngrip hvort að það skili tilætluðum árangri. Það er kannski aðeins að minnast í því sambandi á rannsókn sem að ég hef bara alltaf því verið heillaður af frá því að hún var gerð fyrir 30 árum síðan og eins og besta rannsókn sem að gerð hefur verið á sviði næringarfræði og lýðheilsu hér á landi af því að ég tel. En það var þannig að þegar ég kom heim sérnámi fyrir 30 árum síðan, þegar að hafa verið í Bandaríkjunum og Kanada, það sem sló mig var hvað slæmur járnhagur íslenskra barna var. Það er að segja að járskortur og járskortsblóðrisi var langt algengara heldur en að ég hefði kynnst fyrir vestan, Bandaríkjunum og Kanada. Og ég hafði áhuga að skoða þetta, gera rannsóknir en Inga Þórsdóttir, hún ekki hér, og hún var fyrir til og gerði rosalega flotta rannsókn þar sem hún kortlagði járnhag íslenskra barna og sýndi fram á það að það voru 40% barnanna sem var með járnbúskap sem skildi, þriðjungur var með járnskort og tæplega 5% barnanna var með ekki bara járnskort heldur einnig blóðleysi. Og það sem skoða líka hvað svaraði þeirri spurningu, hvernig stendur á því að járnhagur íslenskra barna var ekki sem skildi. Og þá kom í ljós að þeir börn sem voru í járnskort, að þetta voru það sem við kalla mjólkurþambarar. Þetta voru börn sem að drukku ekki brjóstamjólk eða þurrmjólkurblöndur heldur þau drukku það sem við köllum í dag bláa mjólk, bara mjólk eins og hún kemur frá kúnni sem að inniheldur í tölvöldumáttan járni en það nýtist mjög illa. Járni í brjóstamjólkinni nýtist langt betur þannig að þetta voru mjólkurþambararnir sem að voru og það voru spurning hvað til ráða, hvað var til ráða? Jú, það var ákveðið að fá mjólkursamsöfnunar til að búa til nýja tegundamjólk sem að var unnið úr íslenskum kúm og eða þessi íslensku kúamjólk og sem var járnbætt og líka D-vítamínbætt og svo framvegis. Og síðan var og þetta var þess að hún var markaðsett og nokkrum árum seinna þá var rannsóknin endurtekin og hún leiddi í ljós að járn og blóðhagur íslenskra barna hafði batnað til mikilla muna. Það var ekkert barnanna sem var með blóðleysi og járskortur hafði farið úr 30% niður í rúmlega 1%. Þannig að þetta verið gríðarlega mikilvægt lýðheilsu átak, allavega frá sjónarhóli og barnalækna vegna þess að járskortur og járskortsblóðleysi hefur áhrif á þroska barnanna og jafnvel varanleg áhrif. Þannig að það má fara rök fyrir því að þeir Íslendingar sem fæddust á síðustu 20 árum séu betur greindir heldur en fólk af minni kynslóð. Þannig að þetta var sem ég segi gríðarlega mikilvæg rannsókn. Já, ég ætla ekki að hafa þessu orð fleiri en ég ætla að biðja fyrirlesaranum að koma upp og þið getið spurt þær og síðan höfum við umræður eftir því sem ástæði til. Gjörðu svo vel. Sjá, ok. Má ég aðeins bæta við að þú gott á kostinu á járnið vegna þess að ég gleymdi járninu. Ég ætlaði nefnilega að minnast á það líka varðandi úlingana. Þú veist, það eru til svo lítið af gögnum járnbúskap á Íslandi. Það hafa verið gerðar mælingar með blóðgjafa og svo þessa gömlu rannsóknir þennan Ingu
eldgömul rannsókn frá 1991, svo vitum við ekki neitt. En við vitum að þetta er vandamál. En á meðan að járnbúskapurinn batnaði, að þá húrraðist jóði niður og jóðskortur og meðgöngu getur líka haft áhrif á greindinni sem við tala um. Þannig að við kannski, ef við náum að laga hvoru tveggja, þá erum við í betri málum. Ég má kannski anskjóta að ég starfa sem almenn barnalæknir í 20 ár og þegar að ég hef haft fyrir reglu og með samþykki foreldra, þegar að ég er að taka blóðprufur úr börnum, til dæmis fyrir aðtúa fyrir ónæmi og slíkt, þá mæli ég alltaf járn, D-vitamin og B12 og ég tekið þetta saman, ég trú að því að það sé svona 10–20% barna sem með járnskort í dag og þá er að tala um yfirleitt börn á aldri eins og 1–3 ára gömul. Við verðum að ná þessum upplýsingum saman. Má ég bæta þar við, og það er einmitt eitthvað sem við sjáum að neysla á stóðmjólk er að minnka aftur. Í kjölfari á því að hún kom þarna á markað 2002 minni mig, þá þetta var mjög mikil kynning á henni og á þessum niðurstöðum sem voru þá náttúrulega glænýjar á þessum mikla járnskorti sem var og svo að hann hafði snarbatnað og var svona tengt við stóðmjólkina. En núna bara er hún mjög á útleið, notkunin á henni. Þannig að þess vegna bara við verðum einmitt að rannsaka aftur og skoða. Það skiptir máli hvað börnin drekka í staði. Það er það sem allt í lagi ef þau borða, ef þau drekka svona mjólkurblöndur sem eru innflyttar. Það eru járnbættar, en ef þau fara bara í það að drekka bláa kúrmjólk, það er ekki nóg. Eða bara vatn, eins og er bara svolítið hérna inn. Skilja spurningar? Takk alveg fyrir alveg frábæri erindi. Ég var með 2 spurningar. Ég var að velta fyrir mér varðandi mataræði sem á borðstólum hjá dagforeldrum. Erum við með einhverjar ráðleggingar það að matseðlar sem sveitarfélögin láta dagforeldra fá? Og síðan var ég með spurningu líka varðandi þessi tengsl eða að algengi matvendir sé hærra á meðal barna sem með ADHD, af því að mörg börn sem með greiningu á lyfjum og ein aukaverkun af lyfjum lystarleysi. Þannig að ég var að velta fyrir mér hvort þið hafið skoðað matvendi á meðal barna sem á lyfjum samanborið við þau sem ekki á lyfjum. Takk. Vilt þú byrja? Ég að byrja? Já. Ok, heyrist í mér. Takk fyrir mjög góða spurningu. Náttúrulega það sem við höfum verið að horfa er fyrst og fremst að bjóða meðferð, þannig að þarna við ákveðum að hafa það óháð lyfjónum og það var hluti þeirra sem akkurat á lyfjum virtist ekki skipta máli. Við kíktum lauslega á þau gögn hvort að það hjálpaði þeim mismikið, en það er ekki greinanlegu munur þar. Þetta er bara eitt af því sem þyrfti að gera en myndi flækja í raun og veru gagnaúrvinnslu eða þyrfti stærra gagnasetti í að skoða. Annað sem ég vil segja að það er okkur þetta með ADHD að það er stundum öðruvísi matvendni heldur en hjá börnunum á einhverfurófi og það sem er mikið til hvatvísin gerir að þegar þau okkur, þá það gæti það átt samverkum við lyfin, að þau borða yfir sig af mjög einföldum mat og þessu kolvetnaríka, þannig að þau lenda stundum í að matvendin er ekki kannski alveg á sama meiði, en á sama tíma þá er náttúrulega overlappið í fjölskyldum þannig að mjög mörg barnanna voru með báðar taugaþraskaraskanirnar. Þú svarar með ráðleggingar? Já, embætti landlæknis gefur út ráðleggingar, bæði fyrir börni hjá dagforeldrum og líka fyrir leikskóla, svo eru líka ráðleggingar fyrir grunnskóla og framhaldsskóla. Og það eru matseðlar gefnir, en auðvitað hefur maður samt, náttúrulega allstæðir einhver annar sem eldar, þetta er aldrei erfitt kannski þegar dagforeldri að hugsa börn og elda, þannig að þetta getur verið mjög flókin og erfið staða í þannig tilvikum. Það er skjótið varðandi ADHD-börnin að þau eru áhættu hópur og meðal annars vegna þess að þau eru svo viðkvæm fyrir áreiti og að vera í matsal þar sem mikið að vera mikil hávaði og mikið áreiti, að það getur truflað næringarinntöku verulega. Kannski aðeins að bæta við umgjörðina í skólamáltíðum. Við höfum alltaf lengi talað fyrir að fullorðnir sitji með börnunum að borða. Því það myndi hjálpa svo gríðarlega með allt þetta áreiti sem í gangi á lætin eða sætu fullorðnir einstaklinga með börnunum í svona allavega yngri bekkir. Að það gæti verið mikið gagn í því, en það er eitthvað sem
sumir skóla gera og aðrir ekki og þetta er auðvitað líka kjaramál. Takk fyrir mjög fróðleg og góð bara mjög áhugavert fylgjast með þessu. Ég hef svona sérstaklega áhuga á skólavaldstöðum og við Anna Sigríður vorum unnum saman svona með fleirum að málþingi í mars síðastliðinn. Þarna þá var skólavaldstir og gjaldfrjálsu máltíðnar og þar kom svolítið fram að það virðist sko að bara þetta svo fljótt að breytast allt saman. Svo þegar tala við erum alltaf með gömul gögn náttúrulega. En þegar við hlustum á bæði skólastjóra og kokka að þá bara svona var þetta í fyrra eða hitti fyrra og svo gerum við svona núna og þá er allt öðruvísi. Þannig að þetta breytir svo hratt einhvern veginn. Þannig að það er svona virðist vera allavega að sé meiri skilningur meðal skólafólks bara í hvernig bera fram matinn og ýmislegt slíkt sem getur alltaf með gríðarleg áhrif þó að sé sami maturinn í sjálfu sér. Og þannig að ég er nú bara að spyrja þannig að ekki bara af því að það eru gjaldfrjálsar máltíðir og það hefur svo sem áhrif að einhverju leyti líka eins og við heyrðum hjá svo sem skólastjórum sem töluðum það að það hefði haft verulega áhrif. En bara hvort að það sé einhverja fyrirætlanir að fara á stað núna og skoða einmitt skólamáltíðirnar og næringu barna núna eftir að gjaldfrjálsu máltíðirnar voru innleiddar sem sagt. Ég held að það sé bara virkilega mikið atriði. Takk. Takk Laufey. Þegar stórt er spurt, auðvitað þarf að fylgjast einmitt með núna þessu gjaldfrjálsu og ég held að Reykjavíkurborg hafi verið að skoða þetta núna og við höfum bara eftir að sjá niðurstöður af því. En það þarf klárlega þegar það er sett á stað svona stór aðgerð, mikið inngrip, að það þarf klárlega að fylgjast með því. Og við vitum bara ekki alveg nógu vel hver það er sem að mun gera það, en við erum samt með í burðarliðinum allavega óskir að það verði framkvæmt landskönnun á mataræði barna og unglinga. Og við vonum að það sé eitthvað sem að við getum komið á fót á næstu mánuðum, vonandi. Varðandi slíkar rannsókn, gerir þér ráð fyrir að efnahagur foreldra sé kannaður? Það getur verið mjög mikilvægt að breyta í því sambandi. Já, það eru... Já, í dag sem sagt, alltaf þegar við erum með mataræðisrannsóknir þá erum við með svona bakgrunnsþætti sem eru gríðarlega mikilvægir sem við þurfum alltaf að safna líka. Velti hans fyrir mér þessar gríðarlega vinsælu drykki sem Ingibjörg ræddi hana síðast sem veitt í svakalega mæli. Bara þegar maður fer út í búð, þá sér maður bara flokka ungmennar að kaupa sér bara mikið af þessu. Sko, að kalla þetta orkudrykki sem einhver þýðing þú það svona dálítið jákvætt orð sko, þetta gefur orku og kannski ekki allir að pæla í því en þetta getur verið verulega óhollt. Ég er bara svona veltið fyrir mér, ég vil bara fara að kalla þetta koffíndrykki. Frábær hugmynd. Bara, getum við ekki breytt þessu bara á síðu embættisins og matvælastofnunar og bara núna? Veit ekki. Já, örvandi. Það voru vissulega orkudrykki þannig kannski þessu verið eldri muni þegar bomban var að koma og Magic og þetta er allt saman dísætt, þetta var alveg orka í þessu en núna er engin orka í þessu. En þetta ekki bara framleiðendur sko að þeir vilja að fólk fá það tilfinningunni að þeir fái meiri orku? Já. Þannig að það getur verið að það sé þetta er náttúrulega framleiðendur sem að reyna við það. Og það er bara sérstök löggjöf hjá Evrópusambandinu orkudrykki. Þannig að við erum í smá vandræðum þegar það er búið að búa til þetta heiti og það er í löggjöf. Þetta er örvandi drykki. Já, einmitt. Þú reyndi að koma því í gegn hjá Evrópusambandinu. Gæti gengið. Já, en Noregur er sem sagt núna búin að setja af stað löggjöf sem tekur gildi á nýju ári.
þar sem að einstaklingum undir 16 ára aldri verður bannað, þú veist, þau munu ekki geta keypt orkudrykki. En það ekki bara eins og hér? Eða Nei, orkudrykki almennt óháð koffín? Já, og í raun og veru þessi sem Ingibjörg talar sem vægari, þessu 105, það verður bannað. Já. Það er ekki einhver sem getur skrifað frumvarp hér, eða? Jú, vonandi. Þetta er málaflokk sem heyrir undir Matvælastofnun og Matvælaráðuneytið, en vonandi, jú, getum við fylgt fordæmi normanna. Það er ekki einhver bara rétt að þeim frumvarpi í hendunar. Það er örugglega enginn þar sem getur skrifað þetta. Nei, alveg tala. Það verður ekki bara að gera það? Jú, við skulum öll íta á þetta, alveg klárlega. Eru fleiri brennandi spurningar? Eitthvað sem þið viljið segja að lokum? Bara borðum mat. Borðum mat, já, borðum mat. Þetta er mjög góð lokaorð. Já, bara kæra þakkir fyrir flotta spurningar og komuna. Já, takk hérna.